Í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Vér viljum biðja, almáttugri og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf, Guð alls þolgæðis og allrar huggunar. Hjálpa oss til að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Lát oss vera minnug þess að þú telur daga vora, svo að vér megum öðlast viturt hjarta fyrir trúna á Jesúm Krist. Blessa oss þessa kveðjustund Sólveigar Eggertsdóttur hér í helgidómi þínum og lát oss finna huggun og styrk fyrir samfélagið við þig og þinn blessaða son Jesúm Krist. Vér biðjum í nafni hans. Amen. Í opinberunarbók Jóhannesar segir: Ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið var ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu sagði: Sjá, tjaldbúð Guðs meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðinn mun ekki framar til vera, hvorki harmur, né vein, né kvöl framar til.
hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætinu sat sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það er framkomið, ég er alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeipið sem þyrstur er af lind lífsins vatns. Sá er sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans Guð og hann mun vera mitt barn. Þannig hljóðar hið heilaga orð, dýrð sé þér, Drottinn. Guðspjall er skráð hjá Markúsi, Guðspjallamanni og hljóðar svo í Drottins nafni. Á þeim dögum hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmyrsl til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunnar sólarupprás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli, hver mun velta fyrir oss steininum frá grafarmunnanum? En þegar þær líta upp, sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju og þær skeldust.
En hann sagði við þær, skelfist eigi, þér leitið að Jesú frá Nasaret, hinum krossfesta. Hann er upprisinn, hann er ekki hér. Sjá, þarna er staðurinn þar sem þeir lögðu hann. En farið og segið lærisveinum hans og Pétri, hann fer á undan yður til Galileu. Þar munuð þér sjá hann, eins og hann sagði yður. Þær fóru út og flýðu frá gröfinni, því ótti og ofboð var yfir þær komið. Þær sögðu engum frá neinu, því þær voru hræddar. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér, Kristur. Náð sé með yður og friður frá Guði, Föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Amen. Það var eitt kvöld að mér heyrðist hálfvegis barið. Ég hlustaði stund og tók af kertinu skarið. Ég kallaði fram og kvöldgólan veitti mér svarið. Hér kvaddi lífið sér dyra og nú er það farið.
Þannig fangar skáldið Jón Helgason mannsævina í 4 hendingar í örstuttu kvæði sínu Það var eitt kvöld. Ævi manns virðist ekki svo ýkja löng þegar litið öxl. Lífið manns hratt fram hleypur, orti sér að Hallgrímur. Dagarnir og árin eru óðara þotin hjá orðin að minningum hins liðna. Minningum lífið kvaddi sér dyra og nú það farið. Hugsunin hverfuleik lífsins og hraðfleygt lífslaup alþekkt stef í Biblíunni. Ævi mín sem andgustur, segir í Jóbsbók, og kunnulegt stef Davíðssálma, 1000 ár eru í þínum augum sem dagurinn í gær þegar hann liðinn. En það líka fyrir okkur lagt að leitast við að þekkja vitunartíman. Kenn oss að telja dagavora eins og það orðað, að við öðlumst viturt hjarta. Að við vitum að lífið sé í Guðs hendi frá upphafi til enda, allt frá því það kveður sér dyra í upphafi og þangað til það fer. Mannsævin þannig innrömmuð og umlukin náð Guð sem ný með hverjum degi. Þeim táknum svipar saman, sem brugðið upp í hinu trúarlega og kirkjulega samhengi við skírn kornabarnsins annars vegar og við útför hins látna hins vegar. Þau eru sótt í sjóð ritningarinnar, lofaður sé Guð og faðir drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar. Barnið borið í faðm drottins í heilagri skírn, falið fyrirheitum hans í von og eftirvæntingu alls sem framundan Hinn látni falinn Guði á hendur í þakklæti fyrir liðna ævi og leið falinn fyrirheitunum góðu upprisu og eilíft líf í samfélagi heilagra vegna upprisu Jesú Krists frá dauðum sem við öll megum vænta hlutdeildar í vegna hinnar kristnu vonar. Þótt Sólveig Eggertsdóttir gerði sér ekki svo ýkja tíðrætt eilíðarmálin, þá var þessi trú og hugsunin að baki hennar henni vissulega kunn. Og í þeirri trú kveðjum við hana, full þakklætis fyrir ævi hennar, fyrir jákvætt viðhorf hennar til lífsins og samferðamannana, fyrir þær sterku fyrirmyndir sem hún var fólkinu sínu og fyrir það allt henni fylgdi og hana prýddi. Við leggjum hana í náðarfaðm drottins og stöldrum í nokkrum orðum við fáeinar vörður á vegi hennar gegnum lífið. Sólveig Sigríður Eggertsdóttir fæddist 28. maí 1945 á Möðruvöllum í Hörgárdal. Foreldrar hennar voru hjónin Ásrún Þórhallsdóttir húsfreyja og Eggert Davíðsson bóndi þar og bifreiðastjóri. Sólveig var í miðið af 3 dætrum þeirra hjóna. Elst var Kristín sem dó 2019 og yngst Þórhalla sem lifir systur sína. Eggert, faðir Sólveigar, lést á 70. aldursári, snemma árs 1979, en Ásrún móðurinnar dó 73 ára að aldri mitt ár 1987. Guð blessi minningu þeirra, svo og annarra ástvina Sólveigar sem horfnir eru af heimi. Sólveig ólst upp á Möðruvöllum og sem barn vandist hún við að sækja kirkju reglulega á hinu forna frægðarsetri, einkum í fylgd ömmu sinnar og nöfnu. Hún hændist að dýrunum í sveitinni og þau að henni og frá barnsaldri var hún mikil hestakona og átti hesta fram eftir ævinni. Sólveig fór á unglingsárum sínum sem skiptinemi til Bandaríkjanna og var þar hálft ár. Hún lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum á Akureyri 1965 og hélt þá rakleitt til Bandaríkjanna á ný og stundaði nám við Hamline háskólan í St. Paul í Minnesota 1 vetur. Svo gerðist hún flugfreyja hjá loftleiðum og leigði þá íbúð í Reykjavík með nokkrum vinkonum sínum úr MA sem allar urðu lífstíðar vinkonur hennar. Sólveig hélt svo til frekara náms til Vestur-Þýskalands 1967 við Sprachen- und Dolmetscher-Institut í München, þar sem hún var í 2 ár og lauk dómtúlksprófi í þýsku á íslensku og íslensku á þýsku 1969. Sólveig fór í kjölfari til Frakklands og stundaði nám við l'Université d'Aix-Marseille 1969 til 70
og École des Beaux-Arts 1971 til 72. Hún nam við Stokkólmsháskóla í Svíþjóð 1976 til 78 og stundaði nám við myndlista- og handíðaskóla Íslands 1985 til 90 og lauk það námi úr skúlptúrdeild. Sólveig starfaði sem þýðandi hjá Sjónvarpinu 1970 og var leiðsögumaður hjá Ferðaskrifstofu Íslands. Hún var kennari við Þelamerkurskóla í Eyjafirði 1972 til 75 og við Fjölbrautaskólann í Breiðholti 1979 til 83. Sólveig var framkvæmdastjóri Gallerís Langbrókar 1983 til 85 og frá 1990 starfaði hún sem myndlistarmaður og sérhæfði sig í skúlptúralist. Sýndi hún verk sín víða á einkasýningum hér á landi og á samsýningu í Danmörku og gegndi auk þess félags- og trúnaðarstörfum í þágu myndlistarmanna. Eftirlifandi eiginmaður Sólveigar Þráinn Bertelsson, kvikmyndaleikstjóri, rithöfundur og alþingismaður úr Reykjavík, sonur hjónanna Bertels Sigurgeirssonar og Fjólu Oddsdóttur. Sólveig og Þráinn kynntust 1970 og þau gengu hjónaband á Möðruvöllum 10. október 1971. Þau voru búsett í Frakklandi, á Íslandi og í Svíþjóð fyrstu árin, en síðan í Reykjavík að frátöldu árunum 1996 til 1997 þau voru búsett í Bolholti á Rangárvöllum og starfaði Sólveig þá við sögusetrið á Hvolsvelli. Í Reykjavík keyptu þau norska bakaríið í Firsérsundi 3 sem þau endurnýfað af mikilli alúð og smekkvísi og bjuggu þar í rúm 20 ár, uns þau fluttust 2013 til Hafnarfjarðar. Synir Sólveigar og Þráins eru 2. Eldri Álfur Þór, fæddur 1972. Börn hans og Hörpu Maríu Hreinsdóttur eru Andri og Sólveig Kristín. Andri búsettur í St. Louis í Missouri í Bandaríkjunum, kvæntu Jessica Ritchie. Sonur þeirra Robert, 2 ára. Þau senda kveðjur sínar hingað að athöfninni með þakklæti fyrir ástríka samfylgd elskulegrar ömmu og langömmu og votta fjölskyldunni allri innilega samúð sína. Yngri sonur Sólveigar og Þráins Hrafn. Hann á heima í Reykjavík, kærasta hans Elva Eik Danielsdóttir Davíð. Sólveig var vönduð kona til orðs og æðis, sterkur persónuleiki og ástrík og umhyggjusöm móðir og amma sem lét velferð fjölskyldu sinnar og hamingju afkomenda sinna sig miklu skipta. Hún var félagslynd mjög og gestrisin og heimili þeirra Þráinn stóð opið jafnt skildum sem vandalausum og ekki síst þeim höllum fæti stóðu og hún snerti við mörgum með góðvild sinni og hjartahlýju. Sólveig var lífsglöð, aðlaðandi, gamansöm og skemmtileg og hún tók sjálfa sig ekki of hátíðlega. Hún ferðaðist víða og kunni vel að njóta ævintýrana og tækifærana sem lífið færði að höndum. Hún las mikið alla ævi og hlustaði mikið á tónlist af öllu tagi. Hún unni lífinu og fegur þess í öllum hennar fjölbreytilegu myndum, var skapandi í hugsun, opin og víðsýn og myndlistin var henni hentugur farvegur frumlegrar tjáningar. Sólveig lifði heilbrigðu lífi, hreyfði sig mikið, stundaði sund reglulega, iðkaði jóga og var lærður jógakennari. Hestamennskan sem áður var nefnd var henni mikil ástríða og veitti henni ríka gleði og lífsfyllingu. Sólveig var vinmörg og trygg vinum sínum sem urðu henni samferða allt í frá barnæsku og bættust í hópinn líka eftir því sem árin liðu og má af þeim nefna Helgu Boggu, Silvíu, Dunnu og Rögnu, Ásu Kristjáns og Möggu Björns, Fríðu og Hönnumæju, Sigrúnu Vignisdóttur Ræley og Sigrid Valtingóger. Sólveig greindist með Parkinsons sjúkdóminn 1997. Svo samleið hennar með þeim leiðaförunaut var orðin löng, fast að 3 áratugum. Hún tók þessu hlutskipti af aðdáunarverðu æðruleysi. Hún var frá upphafi staðráðin í að láta veikindin af völdum sjúkdómsins ekki buga sig og leitaðist við að lifa lífinu til fulls, þrátt fyrir þær takmarkanir sem sjúkdómurinn sett henni. Enda var lífslöngun hennar sterk
og hún föst fyrir allt það henni þótti máli skipta, ekki með öllu laus við þrjósku og lét helst ekkert stöðva sig frá því að framkvæma það sem hún á annað borð hafði áformað. Sólveig fór í aðgerð á heila 2011 og endurheimti þá að nokkru leyti hreyfigetu sína. Með tímanum sótti þó í sama farið með jafnvægistruflunum og fleiri fylgikvillum. Sólveig fór á hjúkrunarheimilið Höfða á Akranesi og dvaldist þar tíma en fluttist síðar að Hrafnistu í Hafnarfirði. Þar sem annar staðar vann hún hugi og hjörtu starfsmanna og heimilisfólks með persónutöfrum sínum, hlýlegri nærveru og uppörvandi gamansemi eftir því sem heilsan leyfði. Í góðu samræmi við viljastyrk sinn og áræði fór Sólveig ásamt gömlum tryggðavinkonum og fleiri góðum konum í eftirminnilega ferð til Balí fyrir 7 árum eða svo og kölluðu þær sig Balí systur síðan. Þær komu síðast saman í betri stofunni á Hrafnistu fyrir hálfum öðrum mánuði og gerðu sér glaðan dag, þótt veikindi Sólveigar væru þá langt gengin. Á Hrafnistu munaði Sólveigu mjög nærveru og stuðning Sólveigar litlu, nöfnu sinnar og sonardóttur, en hún starfaði þar í 3 ár og var ömmu sinni stoð og stytta í stóru og smáu. Og meira að segja fóru þær saman til Spánar 2019. Sólveig hefur sett saman kveðjubréf til ömmu sinnar og ég ætla að lesa það fyrir ykkur með leyfi Sólveigar. Elskulega amma mín og besta vinkona. Ég svo ótrúlega heppin og þakklát fyrir að hafa átt hana að. Hún var og verður alltaf mín allra sterkasta fyrirmynd. Allt það góða í mér fékk ég frá henni og svo var ég líka svo heppin að fá nafnið hennar líka. Hún mun fylgja mér í gegnum allt lífið og ég mun aldrei þreytast á að segja fólki frá því hvað hún var mögnuð. Ég á ótal minningar með ömmu, alveg frá því að ég man eftir mér og allar eru þær góðar. Ég hlýt að hafa verið 7 ára þegar við vorum að ræða framtíðina og hjónaband, þegar ég komst að því að ég mætti ekki giftast ömmu. Það var mér mikið áfall og tók tíma að komast yfir. Ég get ekki sett í orð hvað mér þykir vænt ömmu og allt sem hún gerði fyrir mig. Sofðu rótt, maístjarnan mín, ég elska þig alltaf að eilífu. Sólveig lést eftir sína löngu og hetjulegu baráttu á Hrafnistu á föstudaginn langa, 18. apríl síðastliðinn og vantaði þá 40 daga í áttrætt. Verður bálför hennar gerð innan tíðar. Fjölskylda hennar þakkar samúð og vinarhug við andlát hennar og útför og býður ykkur öllum sem heiðri minningu hennar hér í dag með nærveru ykkar að gjöra svo vel og þiggja hressingu hér fram í safnaðarheimili kirkjunnar að lokinni athöfn. Fjarstödd vinkona Sólveigar, Silvía Guðmundsdóttir, sem hafði ekki tök á að vera hér við útförina, minnist hennar með mikilli hlýju, kærleika og söknuði og færir fjölskyldu hennar innilegustu samúðarkveðjur sínar. Hér kvaddi lífið sér dyra og nú það farið. Við þökkum góðum Guði fyrir líf og starf Sólveigar og felum hana í arma miskunnar hans. Lífið sem nú farið en varir í góðum minningum hins liðna. Sólveig skilur eftir sig sterkan vitnisburð sálarstyrk og hugarró við erfiðar aðstæður í lífinu og ótal gefandi endurminningar góðra stunda og ekki síst djúp spor kærleika og þakklætis í vitund ykkar, ástvina hennar og ættingja sem lengi munu ylja hjartarætur. Hann huggi og styrki ykkur öll kæru vinir í sorg ykkar og söknuði og efli von okkar allra góða endurfundi á landi lifenda þar sem hvorki harmur, né vein, né kvöl framar til, þar sem hið fyrra farið. Moldin hverfur aftur til jarðarinnar þar sem hún áður var og andinn til Guð sem gaf hann, segir í predikaranum. Þau orð minna einnig á nálað lifandi Guðs handan við skuggaskil lífs og dauða.
sem leysir líf mannsins frá gröfinni og krýnir hann náð og miskunn. Guð blessi minningu Sólveigar Eggertsdóttur og helgi þakkarefnin og minningar þessarar kveðjustundar. Í Jesú nafni. Amen. Dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir og að eilífu. Amen. Hve létt þitt skóhljóð og hve lengi ég beið þín. Það vorrétt á glugga, napur vindur sem hvín. En ég veit eina stjörnu sem skín. Og nú loks ertu komin, þú ert komin til mín. Þetta eitt sem þú gafst mér, það allt sem ég hef. En í kvöld líkur vetri, sér hvers vinnandi manns, og morgun skín maísól, það maísólin hans. Það maísólin okkar einingabands. Fyrir þér ber ég fána þessa framtíðarlands. Miskunna þú oss. Guð sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð, heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar líð þínum Ísrael. Vér viljum biðja, eilífi Guð, sem þekkir alla hulda hluti og sem hefur skapað alla hluti og hefur vald yfir lífi og dauða. Þú stígur gegnum hlið heljar og leiðir út þaðan. Þér skulu þakkir færðar fyrir allt, fyrir inngönguna í þennan heim og fyrir burtföruna úr honum, í von upprisunnar. Vér blessum komu sonar þíns í heimvorn og barnaréttin sem vér eigum í honum vitjað hefur vor og afrekað oss lausn frá þjáningum. Meðtak þú drottinn í heilaga gæslu þína, sál þessa barns þíns, Sólveigar Sigríðar Eggertsdóttur, og veit henni hvíld í samfélagi þinna heilugu til upprisu dagsins mikla sigurs. Hugga þau sem syrgja og gef þeim alla himneska blessun og náð, hér og í komandi heimi, því þú ert miskunnsamur og gæskuríkur, þér fórnum vér dýrð, vegsemd og tilbeiðslu, nú og að eilífu. Amen. Allar bænir vorar felum við í þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt oss og biðjum hvert með öðru. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni,
heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Takið blessun Drottins. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottin vorn Jesúm Krist. Amen. Ég bið þau sem treysta sér til að standa það sem eftir er athafnarinnar og hvet ykkur til þess að taka undir í sálminum allt eins og blómstrið eina. Vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús segir, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa, þótt hann deyi. Af jörðu ert þú kominn. Að jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skalt þú aftur upprísa. Hér við skiljumst og hittast munum á fegins degi fyrra. Drottinn minn gefi dauðum ró, en hinum líkn er lifa. Amen. Kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með yður öllum. Amen.